starfrækt í heiminum og hvergi almenn þáttaka í flugi jafn mikil. Hér ráða mestu miklar fjarlægðir, milli staða, erfiðir fjallvegir og snjóþungir vetur. Á hverju ári ferðast nærri 300.000 manns með flugvélum í innanlandsflugi, annaðhvort í áætlunarflugi, leiguflugi eða einkaflugi. Meira en 500.000 manna ferðast á ári hverju með íslensku flugfélagunum sem hafa viðkomu hérlendis. Þessum farþegum fjölgar ár frá ári. Til að tryggja öryggi allra þessara farþega mikil áhersla lögð á góða þjálfun allra sem vinna við flugið, svo sem flugliða og starfsfólks flugmálastjórnar. Auk þess vandað sem kostur til undirbúningsflugs. Þjálfun margra sem starfað fluginu, svo sem flugumferðarstjóra og flugmanna, fer að miklu leyti fram erlendis. Fólk úr mörgum stéttum og starfshópum vinnur við flugið og leggur sig fram að gera það sem þægilegast og öruggast fyrir farþega. Meðal þeirra sem leggja hönd á plóginn eru starfsmenn flugmálastjórnar. Þeir sjá að umferðarreglum í lofti sé fylgt, hafa nákvæmt eftirlit með öllum flugrekstri og tryggja að útbúnaður flugvalla uppfylli lágmarkskröfur. Langflestir farþega í innanlandsflugi fara Reykjavíkurflugvöll og hefur því verið lögð rík áhersla á að tækjabúnaður flugvallarins sé sem fullkomnastur. Þannig hefur verið tryggt að hægt sé að opna flugbrautir með stuttum fyrirvara. Öflugum tækjum beitt til að ryðja burt snjó og eyða hálku. Þótt allir voni að slys hendi ekki á flugbrautum eða við þær, slökkvilið Reykjavíkurflugvallar vel búið tækjum og í góðri þjálfun. Á hverjum degi fara fram æfingar hjá slökkviliðinu og það aðeins einn fjölmargra þátta sem allir saman tryggja að flugferð verði sem öruggust frá upphafi til enda. Undir 120 gráður, 15 hnútar, heimilflugdagsflutið. Flugmálastjórn Íslands hefur nú í nærri 4 áratugi stjórnað flugumferð yfir Norður-Atlantshaf og í íslenskri lofthelgi. Auk þeirra farþega sem ferðast með íslensku flugfélagunum má gera ráð fyrir að 6 milljónir farþega fari á ári hverju íslenska flugstjórnarsvæðið með erlendum félögum. Frá stríðslokum hefur umfang verkefnisins margfaldast því farþegunum hefur fjölgað og öryggiskröfurnar aukist. Fyrrgreinda starfsemi verður fjallað í þessari mynd flugmálastjórn Íslands. Flugmálastjórn Íslands skiptist í 5 deildir: fjármálastjórn, flugvallaþjónustu, loftferðaeftirlit, flugleiðsöguþjónustu og flugumferðarþjónustu. Þær lúta yfirstjórn samgönguráðuneytisins en Keflavíkurflugvöllur lýtur yfirstjórn utanríkisráðuneytisins. Yfirmaður þessara deilda flugmálastjóri og varaflugmálastjóri í forföllum hans. Stjórn stofnunarinnar í nútímalegu horfi og reynt að láta sem flesta starfsmenn fylgjast vel með gangi mála.
Stjórnendur hafa visst athafnafrelsi en bera leið ábyrgð á verkum sínum. Stjórnendur stofnunarinnar funda vikulega og stefnumarkandi fundir eru haldnir í upphafi og við lok hvers árs. Flugráð hefur með höndum meiri háttar stefnumörkun en flugmálastjórn fer með daglega stjórnun. Aðili af BP. Og þeir eru með mjög ódýr tæki miðað við aðra framleiðendur á slíkum tækjum og hægt að vera með 100 til 200 prógram í þessu. Já, eru þið þá tengdir? Já, ég held að það sé nú ekki meira sem við erum með. Það er hérna eitt bréf frá bandaríska sendiráðinu að Tesla. Það er hér. Þetta er með þennan samning við FAA sem þeir eru með undirbúningi. Já. Já, ég vil gera það og kannan hvort við getum breytt með Sú deild sem einna mest ber á í daglegum samskiptum flugmanna og flugmálastjórnar er flugumferðarþjónusta en milli flugumferðarstjóra og flugmanna er beint samband, annaðhvort síma eða fjarskiptatæki. Flugleiðsöguþjónusta, sem er sérstök deild innan flugmálastjórnar, sér meðal annars rekstur á fullkomnum fjarskipta- og símabúnaði. Þessi búnaður tengist flugturnum innanlands og flugstjórnarmiðstöðvum landanna sem ráða yfir flugstjórnarsvæðum sem liggja að hinu íslenska. Þessar stöðvar eru í Skotlandi og Kanada. Flugumferðarstjóri í flugstjórnarmiðstöðunni getur því hringt beint og fyrirvaralaust til flugstjórnarmiðstöðva og flugupplýsingamiðstöðva viðkomandi landa. Einnig tengjast þessari fjarskiptastjórnstöð allar fjarskiptastöðvar vegna flugsamgangna innanlands. Flugmaður sem er á flugi yfir Suðvesturlandi sendir til dæmis kall til flugstjórnar og þá fara samtölin þessa fjarskiptastöð sem er í Bláfjöllum, miðstöðina í Reykjavík og þaðan til flugumferðarstjóra. Fjallastöðvar sem þessar eru á 7 stöðum á landinu og með þeim er hægt að halda uppi fjarskiptum á metrabylgjusviðinu nánast allstaðar yfir Íslandi. Við þessa fjarskiptastjórnstöð í Reykjavík eru einnig öll helstu leiðsögutæki á jörðu niðri tengd. Þannig er frá einum stað hægt að fylgjast með starfsemi þessara tækja og sinna reglubundnu viðhaldi. Flugmaðurinn hefur slitið talsambandi við flugumferðarstjóra í flugturni og skipti yfir til flugstjórnarmiðstöðvarinnar sem fylgist með umferð yfir landinu. Í flugstjórnarmiðstöðinni er fylgst með ferli flugvélarinnar, bæði með fjarskiptum við flugmanninn og af ratsjá. Borð í flugvélinni er radarsvari sem sendir merki til ratsjárinnar í flugstjórnarmiðstöðinni og tölva þar reiknar út staðsetningu flugvélarinnar, kallmerki, flughæð, hraða og stefnu og fleira sem máli skiptir. Ef flugvélar eru nærri hver annari getur flugumferðarstjórinn breytt mælikvarða ratsjárinnar og þannig fengið betri yfirsýn yfir umferðina á afmörkuðu svæði. Með þessum hætti fylgist hann með umferðin á sínu svæði af miklu öryggi. Þessi búnaður er sá fullkomnasti sem völ er á. En lítum aðeins á umfang íslenskrar flugumferðarþjónustu. Íslenska flugstjórnarsvæðið er eitt hið stærsta í heimi. Það nær í vissum flughæðum vestur fyrir Grænland, upp á Norðurpól, niður með Greenwichsbaug eða Núlbaug, að austanverðu, allt suður fyrir Færeyjar. Í upphafi náði flugstjórnarsvæðið yfir svæðið sem blái flöturinn sýnir. Flugumferðarstjórn Íslendinga á Norður-Atlantshafi hófst 1945 og tókum við þá við þeirri þjónustu sem setuliðið hafði haft með hendi á stríðsárunum. Frá upphafi var ljóst að Íslendingar gátu ekki einir sinnt þessari þjónustu. Þetta leyti var alþjóða flugmálastofnunin sett á laggirnar og gerður samningur við nokkur ríki að þau bæru 83% af kostnaðinum við rekstur íslensku flugumferðarþjónustunnar. Í dag eru ríkin 21 og bera 95% af kostnaðinum. Þessi starfsemi hefur oft verið umdeild á vettvangi alþjóða flugmálastofnunarinnar og 1974 var síðast lagt til að aðrar þjóðir tækju að sér rekstur flugumferðarþjónustu á svæðinu. Með gildum rökum var þó hægt að benda á að hagkvæmast væri að reka flugumferðarþjónustu á Norður-Atlantshafi frá Íslandi og var þá svæðið stækkað. Enn er ekki hægt að fylgjast með allri flugumferð á þessu svæði með ratsjám en í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík er fylgst með flugvélum sem fljúga í minna en 500 km fjarlægð. Fyrirhugaðar leiðir flugvélanna eru teiknaðar á ratsjána og fylgst með að þær fylgi þeim sem nákvæmast. Eins og sjá má fylgja þessar risaþotur ferli sínum vel enda búnar nákvæmum siglingatækjum. Gera má ráð fyrir að 6 milljónir farþega fari íslenska flugstjórnarsvæðið í alþjóðaflugi á ári hverju. Það gefur því auga leið að alþjóðaflugumferð er meginverkefni íslenskar flugumferðarstjórnar. Hér sjáum við hvernig straumur flugvéla lá svæðið eina viku í september 1982 en í þeirri viku flugu nærri 500 flugvélar þar
Umferðarþungin fer eftir árstíðum og einnig að nokkur eftir háloftavindum, því alltaf reynt að nýta meðbyr. Og hér sjáum við hvernig umferðin var klukkan 14, þann 14. janúar 1984. Og var hún þó ekki tiltakanlega mikil miðað við það sem oft verður á þessum leiðum. Keflavíkurflugvöllur vin í Norður-Atlantshafi, þar sem flugvélar urðar lenda áður fyrr til að taka eldsneyti á leið sinni yfir hafið. Með fullkomnari og langdrægari flugvélum hefur notkun flugvallarins minnkað. Á flugvellinum farþegum veitt þjónusta sem finna má víða erlendis. Þarna meðal annars starfræktur markaður, iSmart, sem fyrst og fremst laðar til sín erlenda farþega sem staldra stutt við. Þeir geta meðal annars keypt þar íslenskar skinn og ullarvörur. Fríhöfnin á Keflavíkurflugvelli hefur lengi þótt ódýr og með gott vöruúrval. Þegar flugvélar að koma eða fara mjög líflegt að litast í þessum verslunum. Í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík fylgst með farflugi véla í íslenska flugstjórnarsvæðinu. En hér í flugturninum í Keflavík fylgjumst við með aðflugsstjórn að Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli. Í dag Keflavíkurflugvellur aðalega notaður af íslensku flugfélögunum í millilandaflugi og af eftirlitsflugvélum varnarliðsins. Undanfarin 4 ár hefur umferð flugvöllin þó aukist á nýjan leik. Og hugsanlegt að hann öðlist á næstu misserum nýtt gildi þegar flug stórra 2 hreyfla farþegaflugvéla yfir Atlantshaf eykst verulega og þær geta notað hann sem varaflugvöll. Bandaríski herinn sér að langmestu leit rekstur flugvallarins og viðhald, en Íslendingar hafa þær tekjur sem inn koma. Starfsmenn flugvallarins þó flestir íslenskir. Fundir haldnir reglulega með starfsmönnum og þeim sem mest nota völlin. Veturinn í nánd og á þessum fundi verið að fjalla hreinsun flugbraut að vetrarlagi. Slökkvilið Keflavíkurflugvallar sem hefur víða unnið til verðlauna fyrir störf sín sér hreinsun flugbrautana. Let me tell you, those inspections are done much more often than you will see in there. Hér skýrir Sveinn Eiríksson slökkvilistjóri frá skipulagi hreinsunarinnar og hversu langan tíma tekur að opna flugbraut sem lokast hefur vegna snjókomu eða hálku. We are compelled to make an inspection of the runway during each significant change in the weather or conditions, which dictate conditions. What that significant meant... Hreinsibúnaður slökkviliðsins mjög fullkominn og það tekur skamma stund að opna flugbrautir, en ísing á flugbrautum megin vandamálið. Það fylgir því mikil öryggiskennd að vita að flugvöllurinn í Keflavík opinn meira en 360 daga á ári, þrátt fyrir að vetur verði oft harðir og snjóþungir. Flugumferðarstjórinn við aðflugstjórn á Keflavíkurflugvelli leiðbeinir flugvél frá varnarliðinu inn til lendingar. 15 miles northwest of Keflavík, turn left to heading off 200, descend to 1500 feet on altimeter 2944. Eins og fyrr kemur radarsvarinn í góðar þarfir. Efri talan sýnir ratsjár númer flugvélarinnar og neðri talnaröðin sýnir flughæðina yfir sjávarmáli hverju sinni í hundruðum feta. Tækjabúnaðurinn til blindlending mjög fullkominn, sem meðal annars á sinn þátt í því hversu sjaldan flugvöllurinn lokaður flugumferð vegna veðurs. Hvort sem að ræða flugvél með erlendri eða íslenskri áhöfn, fara fjarskipti í blindflugi oftast fram á ensku. Þegar blindflugi lokið hafa flugmenn samband við flugumferðarstjóran í flugturninum sem gefur upplýsingar vindátt og vindhraða.
Miklar breytingar hafa orðið á allri aðstöðu á Keflavíkurflugvelli á undanförnum árum. Nýr flugturn hefur verið tekinn í notkun en með honum gjörbreytist öll aðstaða til hins betra. Ný flugstöð í byggingu á Keflavíkurflugvelli. Kapp hefur verið lagt á að aðskilja starfsemi varnarliðsins frá öðrum umsvifum á flugvellinum. Með þessari nýju flugstöð mun aðstaða fyrir flugfélög og farþega batna stórlega en hún hefur verið mjög báborin allt frá upphafi millilandaflugsins fyrir meira en 4 áratugum. Bandaríkjamenn reka ratsjárstöðina á Keflavíkurflugvelli. Skammt frá flugturninum ratsjárskermurinn augað allsjáandi. Hann þjónar almannaflugi og varnarliðsflugi en AWACS ratsjárflugvélin sem hefur sig hér til flugs fylgist með ferðum flugvéla á Norður-Atlantshafi fyrir Atlantshafsbandalagið. En snúum okkur aftur að flugvélinni sem við fylgdumst með í upphafi á leið frá Reykjavík til Akureyrar en flogið eftir fyrirfram ákveðinni flugleið Grænn 1. Sérhver flugleið hefur sinn lit og sitt númer. Til þess að fylgja réttri flugleið eru notuð margvísleg siglingatæki borð í flugvélinni. Meðal annars hefur Lowrance C leiðsögukerfi verið tekið í notkun við flugleiðsögu en þetta